Hann með öðrum orðum sunnlendingur í húð og hár. Hann var mjög óþekkur í æsku og orðaður við forneskju og hvers konar vitleysu. Hann nú blaðamaður og ritstjóri Sunnlenska fréttablaðsins. Nú ég sé það blað stundum og mér þykir vænt það að hann hefur alltaf vísnað þátt í blaðinu. Nú hann er þjóðsagnasafnari og hann gaf út bók á síðastliðnu ári, Fólkið, landið og þjóðtrúin, og sú bók vakti mikla athygli, enda draugagangur verulegur í Árnessýslu. Bjarni er einn af stofnfélögum í trölla- og draugaskoðunarfélagi í Evrópu, en stjórn þessa félags heimsótti höfuðstöðvarnar í Brussel fyrir skömmu og til að kynna hinn góða málstað sinn og gerði það við góðan orðstíl, og niðurstaðan hjá félögunum var það að þetta Evrópusamband væri bara mestu leyti draugagangur. En Bjarni, gerðu svo vel. Já, gott kvöld. Ég þakka fyrir góða kynningu. Ég held að við verið logið stótt þar. Ekki nema einhvern mjög sennilegu þá. En eins og hann kom inn á Jósef að þá er ég túnamaður og ég ætla að byrja á því svona að vinna bug, eins og ég nú alltaf reyna að vinna bug á öllum mínum löstum, og einn af löstum okkar túnamanna er að líta niður á hreppamenn sem eru hinum megin við ána, og þess vegna ætla ég að segja eina sögu utan úr Hrunamannahreppi og bæ sem heitir Skollagróf. Þar er í dag rekið myndalegt bú og má segja eiginlega sú búskaparsaga sem er þar núna. Núna við hafist með merkiskalli sem hétt Jón Sigurðsson, var frá Bryðjuholti, dó fyrir nokkrum árum. Jón var mikill hestamaður og allt hans búskaparstús gekk út á það að halda merum undir fallega graðhesta og fá hina á þessa hestana til að leiða þá upp á hinnar og aðrar merarnar, og börnin ólust upp með þetta með honum og lærðu á þetta, og einhvern tíma sitja þeir inn í stofu, Jón og sonur hans 10 ára gamall, nýkomni frá því að halda meri undir stóðhest sem þeir höfðu í girðingu þarna í hreppnum, og er að hlusta á nýjasta teknóvísindi þar sem Örnólfur Thorlacius Jósú af visku sinni. Strákurinn gapti yfir þessu öllu og segir svo við föður sinn: er hann ekki ofsalega gáfaður þessi? Jú, segir Jón, og svo góð þögn. Þá segir strákurinn eftir svolítið stund: heyrðu pabbi, við þurftum endilega að halda henni mömmu undir að þennan.